Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Við ræddum hér daginn hávaðamengun. Við vorum þá að ræða Reykjavíkur flugvöll, raunir íbúa og við vorum að ræða rétt borgara í þeim efnum. Og við ætlum að halda áfram umfjöllun hávaða. Í dag ætlum við að taka fyrir skothvelli. Í því samhengi kannski gaman fyrir ykkur að heyra því að þegar ég bjó fyrir norðan á Akureyri þá hérna bæjarfjallið okkar Súlur, stolt Akureyringa. Það kom fyrir að ég reyndi að klífa það mikla fjall og stundum lenti maður í því að það var búm, búm, búm sem yfirgnæfiði fuglasönginn. Þá var maður á slóðum skothæfingafélagsins og hafði mikil áhrif á þessa upplifun að maður væri út í villtri náttúrunni að ætla að labba á 1200 metra háan tind og bara búm, búm, búm. Og í dag þá ætlum við einmitt að fjalla kærur sem að hafa borist vegna hávaða. Við erum að tala sem sagt, það ekkert langt síðan síðasta kæra barst úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna starfsleyfis, kærið ákvörðun heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá 13. febrúar þessa árs útgáfu á nýju starfsleyfi fyrir skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis Álfsnesi. Því haldið fram að þessi starfsemi hafi jafnvel aldrei verið lögleg og það eru komnir 3 gestir til að ræða þetta mál auk eins sérfræðings. Verið þið velkomin, Kristbjörn Haraldsson, þú ert í hópi ósáttara íbúa og kærenda. Já, velkomin. Takk. Og eiginkona þín Anja Þórdís Karlsdóttir, þú ert í þessum slag einnig, ekki satt? Já. Einmitt. Og þá ert það þú, Sigríður, nú gervigreindin búin að fela nafnið þitt. Hvert aftur fullt nafn hjá þér, Sigríður? Ég heiti Sigríður Ingólfsdóttir og bý inn í Kollafirði. Já, einmitt, akkurat. Og svo það sérfræðingurinn okkar í hljóði, Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur. Já. Þannig að þú getur komið inn með svona einhverja faglega vídd inn í þetta sem að við leikmennirnir búum ekki yfir. En takk fyrir að koma, þetta áhugavert mál. Ég hef skoðað gögn, ég hef skoðað hlut af kærum og mér langar að byrja bara á því að þið rekið þessa sögu, eigum að byrja á þér þegar þið segið að þið búið í grennd við svæði og það sé óþolandi skothvellamengun. Myndi þá einhver segja, vissuð þið það ekki þegar þið ákveðið að búa þarna? Við vissum það nú ekki, en sko við getum kannski ekki ætlast sko í öllu svona venjulegu samfélagi myndir ekki búa við svona hávaða. Það er bara, þetta er og við flytjum hann upp yfir og við komum 2-3 ára að skoða þetta og okkur sagt að þetta skotsvæði verði í 2-3 ári viðbót. Já. Hvenær það sem að þið fáið? 2018. Og þá verðum við náttúrulega órulega og Anja hringir í heilbrigðiseftirlitið og þeir segja að þeir hafi starfsleyfi til 2020. Já. Og það var náttúrulega léttur okkur svolítið því að þá hlýtur þetta að vera búið. Já. En þeir sögðu okkur ekki að þarna verið 2 félög með svo var starfsleyfi útrunni á hinu árið eftir og svo bara fljótlega fyrir að tala við fólk þarna og kynnast þessari baráttu sem búið að standa í og til dæmis þetta hús byggt 96 og kannski 10 ára setna eru komin skotsvæði. Það er ekkert að segja að við séum að fara á svæði eins og flugvöllurinn var áður en fluttur þangað svoleiðis en það búið að byggja þetta áður. Já. Og ég bara ég hef ekki kynnst þessu með þessa skotvelli að ég vani mjög miklum hávaða og búin að vera í alls konar hávaða, sofið í vinnuskúrum þessum rafstöðar í gangi og bara ég hef búin að vera í öllum gerðum að hávaða. En þetta þannig hávaði að þetta óvænt, það að koma hvellir og bergmál frá fjallinu
þú getur aldrei, sko, þú ert bara aldrei öruggur. Þú kemur kvelli núna og veist, þetta er svo ójafnt. Fjallið sem þú vísa til Esjan, það eru klettabelti þar og kvellinni koma bara, þeir leiða fram og líka tilbaka. Og það er ekki hægt að gera sig bara í hugulinn hvernig það er nema að reyna þetta. Á hvaða tíma er þetta? Þetta sko, þeir eru opið til 7, 2 kvöld í viku og 9, 2 kvöld í viku og laugardag til 4. Og þegar við komum heim á vinnu, viljum komast í frið, þá skotmenn að mæta leið til þess að æfa sig. Eðlilega þeir eru að koma vinnu líka. Og þegar veðrið er best, þá náttúrulega mestu lætin. Og laugardögum, og þá sko, svo náttúrulega gefin út ný starfsleyfi og þá höfum við möguleika á að kæra starfsleyfi. Og þá byrjaði nú þetta sko, við erum að sjá hérna alls konar gögn mælingar og sem ekki farið, bara það get ekki markað þeim og það vantar reglugerðir þessa velli og vanti mörg ár. Og hérna, við kærum náttúrulega og þá sjáum við að þessi starfsemi hefur sko samkvæmt skipulagi mátti hún aldrei vera. Og úrskurðið hefur búið fellu gildi mörg starfsleyfi út af því að þetta var ekki lögleg starfsemi. Og alltaf við gefum starfsleyfi aftur. Og hérna, en svo sko... Hvaða hagsmuni hefur kerfið að því að lengi alltaf í líflínunni þarna? Það er það sem ég veit ekki. Ég bara... Sko, það bara einhver öfl þarna innandyra sem að bara vilja halda þessu þarna og þetta er náttúrulega kannski þægilegt fyrir skotmenn að þurfa ekki að fara langt til þess að æfa sig. Já. Ég vil þeim allt vel og ef það verið gerð almennilega aðstæða þá getur eftir alltaf sólarningin mínu vegna. En það er eitthvað þarna á baku sem að bara, sko, það aldrei hlusta á okkur, það verður aldrei komið neitt frá heilbrigðiseftirlitinu heim til okkar með alla kærurnar okkar og kvartanir, aldrei komið neitt bara til að hlusta á hljóðin, aldrei. Nei. Og það er ekki sko, ég veit ekki á hverju það er. Og þið hafi gert athugasemdir við hljóðmælingarnar sem framkvæmdar hafa verið, ekki satt? Já. Vilt þú kannski koma inn í það eitthvað? Já, sko við náttúrulega, hljóðmælingar sem voru gerðar, það nokkra sem voru gerðar bæði frá heilbrigðiseftirlit og við fengum í rauninni líka mælingar frá Trivium sem hefur mælt fyrir okkur hljóð þar og það er bara himinn og haf á milli og af því að aðferðin, hvernig það er mælt, það er ekkert í lögum það, í íslenskum lögum í dag, í reglugerðum fyrir skotkvellir og það í dag, það sem heilbrigðiseftirlit hefur mælt verið svona meðaltali svona, og það notað aðallega fyrir svona umferðarhávaði og kannski Ólafur getur útskýrt það betur en það sem ekki er mælt og heilbrigðiseftirlit eiginlega kvellinni, svona toppana, hávaða toppana. Þannig að fega upp í staðinn þá hávaði eiginlega mun meira en það sem heilbrigðiseftirlit og þeirra niðurstöður á mælingum sýnir. Geta þá að vakna spurningar bæði búnaðinn sem notaður og staðsetningu búnaðarins, hljóðutökubúnaðarins, það þannig atriði sem það ég kann ekki alveg útskýra það. Nei, Ólafur kannski skýrir það bara eftir. Já, og það er klálega það. Þú býrð ekki á sömu slóðum og þessi tvö? Nei, þau búa saman í einu húsi, Anja og Krissi. Já, þú býrð hvar? Ég bý inn í Kollafirði, rétt við gamlu Laxeldisstöðina. Já, sama vandamál en önnur staðsetning? Önnur staðsetning og öðruvísi hljóð, sko. Já. Hjá mér það meira þannig að það endurkastast úr kistufellinu. Já. Það er meira hjá mér, sko, bergmálið. Já. Það skotsvæði og húsið mitt greinilega í beinni línu á milli skotsvæðisins og klettana í kistufellinu. Já. Og það mjög sérstakt vegna þess að það ekki sama hvar við Esjuna maður staðsettur, maður heyri það meira hjá mér heldur en bara 100 metrum sko annars staðar. Já. En það sem ég langar svo að segja núna, það er það að við náttúrulega viljum að skotveiðimenn geti æft sína íþrótt. Já. En að þeir geti æft sína íþrótt í sátt við íbúana og við umhverfi sitt, við náttúruna og
það svolítið áhugavert sko sem að ég rakst á í gögnunum í gær. Það var blaðaviðtal við Ingibjörgu Sólrúnu, fyrrverandi borgarstjóra. Já. Síðan 2000 og ekkert, 2000 bara. Já, ok. Þá á að fara að loka Leirdalnum, þar sem að skotsvæðin voru áður með sína starfsemi, hérna upp í Grafarvogi. Já. Það átti að fara að loka því vegna þess að það átti að fara að verða íbúðabyggð. Já. Því var loka. Það kostaði sko mjög mikinn pening fyrir Reykjavíkurborg að hreinsa mengaðan jarðveg af svæðinu til þess að væri hægt að fara að byggja. Blýmengun, já. Þessi jarðvegu var fjarlægður, stóran trukkum, margi trukkar. Hluta af þessum jarðvegu var settur í gáma, Hafnarfjarðarhöfn. Það enginn sem að veit hvað varðum jarðveginn, vegna þess að það enginn staður á Íslandi sem tekur við menguðum jarðveg. Já. Og Ingibjörg Sólrún í þessu viðtali þá, og ég veit að hún var mikil baráttumannskja fyrir því að þetta færi ekki upp á Álfsnes. Já. Og sko núna, 25 ára seinna, þá getur maður tekið hennar orð og barist fyrir þeim. Það sem að hún lagði áherslu á það að öll skotfélögin hérna á stóru svæði myndu sameinast í eitt alvöru skotsvæði sem að yrði þá byggt upp sko miðstöð fyrir skotíþróttir. Og það raunni sko, það búin að vera starfshópur í gangi hjá Reykjavíkurborg til að vinna að þessu máli. Nú Dagur B. sett á stofn starfshóp. Meira að segja með sko tímaramma, þar sem að starfshópurinn átti að skila. Og það var sennilega 1. apríl 2023 sem að sá starfshópur átti að skila. Sá starfshópur hefur aldrei skilað. Nei. Og það skipaðir nýjir starfshópar og það farið í samræður og viðræður. En það eins og sé ekkert að gerast og við erum stöðugt að banka á dyrnar að vita hvað að gerast, hvort að það sé eitthvað vinna í gangi, hvort að þetta verði að raunveruleika. Að því í mínum huga, og það langt síðan ég hef sett þessa hugmynd fram á íbúafundum þarna með borgar fulltrúum og öðrum, að þetta snerti svo marga. Það skotsvæði hér út allt. Og meðal annars mjög gott skotsvæði norðan við Bláfjöll, austan við Bláfjöll, sem að Ölfus og Þorlákshöfn eru með. Og ég veit að menn og skotfélögunum hafa verið að nýta þá aðstöðu þegar við höfum, gegnum okkar kærur, þá höfum við, þá hafa verið að loka skotsvæðanum aftur og aftur og aftur. Og menn hafa farið eitthvað annað til að æfa sig. Og ég sé einhvern veginn fyrir mér að það hljóta að vera hægt að það kostar helling að byggja upp svona miðstöð. Og á sínum tíma þá voru Bláfjöll, það var búið til sameiginlegt skíðasvæði fyrir öll sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og í dag heitir það Bláfjöll eða Bláfjallasvæði. Af hverju það og maður segir af hverju með stóran stöfum, það einhver öfl þarna innan dæmisins sem vilja þetta ekki. En við viljum einhvern veginn helst beina kröftum okkar í þessa átt og reyna að ná svona sameiginlegu fyrir alla. Við styðjum skotveiðimenn í því að það geti orðið til góðu miðstöð þar sem að þeir ekki mengandi allt í kringum sig, allt umhverfið. Það mjög mikil mengun af skotvöllum. Sigríður, það mjög gott að þú kemur inn á þetta með blýmengunina því að ég kynnti þetta í inngangnum fyrst og fremst sem hávaðamál en það náttúrulega önnur hlið á þessu líka eins og þetta nefna. En mér langar núna að aðeins að kasta boltanum til þín, Ólafur. Þú ert jú sérfræðingur í hljóði, verkfræðingur. Er langt síðan að þú fórst að kynna þér þetta mál? Já, ég vil nú fyrst taka fram, takk fyrir að taka mót okkur, Björn, og þessum hetjum sem sita með okkur og berjast við hverja stofnun að fætur annari árum saman. Ég kom fyrst að skotsvæðum fyrir Hafnarfjarðarbæ upp úr aldamótum síðustu
og þá var Hafnarfjarðarbær að hugsa skotsvæði á völlunum, ekki fjarri núverandi íbúðabyggð. Og það besta sem ég þekkti þá voru sænsku reglurnar. Dönsku reglurnar eru flóknari, þeir búið þéttbýllalandi og alls konar tímastjórnun sem að sænski staðallinn eða reglugerðin ekki með og byggt á þessari sænsku reglugerð að þá var því forðað að þetta skotsvæði færi þarna á vellinni í Hafnarfirði. Síðan kom það aftur til okkar skotsvæði, það var í Borgarnesi og þar hafði ég talsverðar áhyggjur og vísaði í sænska regluverkið og ég held, eftir sem við veit best, hafi ekki orðið af því að það yrði byggt upp. Það mikil ágreiningur það í Borgarnesi, en það of nálagt byggðinni. Það sem að flækir málið og búið að gera baráttuna í Álfsnesi svolítið erfiða að sænska regluverkið hefur ekki lagastoð hér á landi og reglugerðum hávaða tekur bara ekkert á þessu. Það að breytast núna þessa dagana. Það núna í samráðsgátt ný reglugerðum hávaða, þar sem skotsvæðin eru tekin til. Og það sem þið nefnið með þessar hljóðmælingar sem hafa farið fram. Ég hef unnið þetta verkefni pro bono fyrir íbúana. Já, gert það pro bono? Já. Hvers vegna? Vegna þess að ég finn til með þeim. Vegna þess að þetta hrikalega óþægilegur hávaði. Og það sem skiptir máli eins og hér hefur komið fram hjá henni að það augnabliksgildið, það impúlsinn sem skiptir máli og sænsku reglurnar algjörlega skýrar í því. Það impúlshljóð, það hvellurinn sem skiptir máli, ekki meðal hljóðstigið. Og ég mældi fyrir íbúana á sínum tíma þarna í Móavík og Krummavík og Móabergi þarna við Kollafjörðinn. Hvað er langt síðan? Það var 2019 í október og útbjó bara þetta eina blað af því að ég vildi náttúrulega geiða of miklum tími í þetta. Sönnunargagn númer 1. Sönnunargagn númer 1. Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur finnst þetta ekki nógu nákvæmt og vill fá skýrslu og ef þeir hefðu beðið skýrslu hefði ég skrifað hana. En þarna eru augnabliksgildin 20 desibelum yfir mörkum, það sem það er vest. Og ég fór og mældi þarna og þetta var á laugardegi í hádeginu og þetta var eins og gamlárskvöld. Pom, stanslaust. Og það sem skiptir máli er augnabliksgildið. Það sem og ég hef rætt þetta við Umhverfisstofnun og þeir forstjóri Umhverfisstofnunar og sá starfsmaður sem hafði með hljóðmál að gera skrifaði Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur bréf og mæltist til þess að þeir notuðu sænsku reglurnar í þessu deilumáli. Það kom svar frá Heilbrigðiseftirlitinu, frá lögfræðingunum þar, að þessar sænsku reglur hefði ekki lagastoð hér á landi. Og það sem Heilbrigðiseftirlitið lætur sig hafa í þessu máli að fara með hljóðmæli, ágætu hljóðmælir, en mælir meðal hljóðstig. Sem segir náttúrulega ekki neitt. Þetta eins og að mæla vindhraða í gráðum Celsius. Það impúlsgildið sem skiptir máli. Þannig að Er það fúsk eða vanþekking. Ég skulle segja það bara vanþekking og þessar aðstæður þarna sem ég mældi þarna í október 2019 eru algjörlega óbærilegar og íbúarnir sem sitja við borði geta kannski sagt hvaða áhrif þetta að hafa á heilsuna að vera í þessu heilsuspillandi umhverfi. Já. Mér finnst það að vera rétta spurningin akkurat núna áður en við reynum að velta fyrir okkur hvað kerfið að pæla. Hver eru áhrifin? Þau eru ekki góð. Fyrsta lagi nú búið að fella oft úr gildi starfsleyfin og í fyrsta skipti héldu að nú þetta bara komið. En svo náttúrulega halda þær áfram að vinna þetta og gefa út ný starfsleyfi og þó að svæðin séu lokuð þá er ég alltaf með þetta í hausnum. Hvenær byrjar þetta? Er þetta byrjað núna eða búið að gefa starfsleyfi? Meira sem fóru í ferðalag einsunni, út á land. Þann daginn kom tölvupóstur frá Heilbrigðiseftirliti, kynning á nýju starfsleyfi. Og þegar ég er að fara heim, þá ég á leiðinni heim að hugsa að hafa það. Og ef ég siti inn í stofu og heyri eitthvað bara raka eða marr, þá hrekk ég við. Trigger. Ég bara verið að skjóta núna. Og ég er farin að reyna að gera eitthvað annað á laugardögum heldur en að heima, ef það er gott veður. Ég reyna að fara í burtu milli 10 og 14 og 16. Ég reyna bara að vera að gera eitthvað annað. Og það er aðalega þetta er svo ójöfn hljóð, þetta er svo mismöndið. Það kemur kannski 5 í röð, svo býður aðeins, svo kom aftur og þetta er svona engin taktur í neinu. Og líka það að
þetta situr svo í mér á hverju ekki verið að verja íbúa á hverju sko ekki reynt að gera eitthvað fyrir fólk þeir náttúrulega þeir sem eru að skjóta, þeim finnst þeir hafa rétt á að æfa svona íþrótt sem alveg rétt en þurfa þeir að gera það sko þeir fara bara heim eftir þetta og bara hvíla sig hvíld og ró og allt saman og ég vakna oft á nóttunni þegar komið það er kærufrestur alltaf, við erum alltaf að kæra og ég bara kannski glaður að vakna og bara með allt þetta í hausnum hugsa þetta og þetta er það er fyrir þá sem þekkir ekki, þú getur ekki lýst þessu Nei, en ég samt skil hvað þú ert að tala að þetta eru annars vegar sálræn óþægindi gaggjert vegna kvellana en svo þetta líka svona frústrasjón af hverju ég í þessum aðstæðum af hverju enginn að hjálpa mér út úr bara, þú átt ekki að þurfa að búa við þetta þó að ég sagt að þú hefði getað sagt þér þetta sjálfur þú átt ekki að geta flutt í eitthvað hverfi Reykjavík og það sem eitthvað óberur hávaði sem heilsuspillandi til hvers allt þetta kerfi og við hefum skrifað eins og bara þegar að borgarstjórnar meirihlutin með henni Degi og Einari byrjaði þá skrifum við Dóru Björt póst og við vildum fá upplýsingar hún skrifaði bara sæl bæi hvernig fæðingarorlof og vísaði á hana hérna ég man ekki hvað hann heitir en það var bara einhver aðstofa sem tók við málin Þannig að þið hafið endurtekið reynt að fá úrlausnir á ýmsum stöðum en alltaf pattstaða alltaf framlengt og nú erum við búin að skrifa fyrir 3 vikur síðan sennilega til borgarinnar bara fá svar, hvað er þessi vinnaði stödd og þá kemur svar, þessi vísaði eitthvað og það stendur meira að segja svar eftir ákveðin tíma einhverjum svona spurningum ekki týrt en þó og þetta er svo skrítið að það getur ekki einu sem ekki upplýsingar hvað þessi vinnaði stödd mjög kafkaíst kafkaíst og þegar Dagur skrifa bréfið í janúar 23 þá bara dagsetning og hann skrifar að þetta skuli fara út af þessum háaða og þessum ónæði sem þetta veldur þetta bara alveg viðurkennt það líka búið að kaupa húsegn út af þessu og svo bara gerist ekki neitt ég skil ekki á hverju þetta hefur ekki framgang Nei og eina mögulega skýringi sem þið hafið að það séu bara einhverjir svona valdamiklir gaurar eða konur þarna inn í skotfélaginu sem að séu með tengingar sem að kerfi lúffi fyrir fyrsta fellingin á starfsleyfi alltaf gerir 21 í maður ekki þá sama daginn og þetta kemur í fréttum þá kemur hún Þórhallsdóttir hún í borgarstjórn Þórdís Lóa hún bara segir í blöðum þessu verið redda á nokkrum dögum þetta fyrir bara í ganga eftir og það var ekki verið aðtugan út af hverju var þessu hafnað þarna var ekki skipulagt og svo leggur borgin í að breyta aðalskipulega Reykjavíkur fyrir þessi 2 skotsvæði til 28 þarna búið að skipulegja Sundabraut yfir sem fer yfir annað svæði og búið að leggja rosalega vinni að tekna upp hringrásargarðarna á hverju ekki bara drifið í að leysa þetta mál farsalega fyrir alla ég skil það ekki Þannig að þær stofnanir sem ræða sem eru að bregðast þær eru að ykkar mati heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur og einhver fleiri stofnanir sem eru með allt með sig Við mætti líka nefna sem dæmi og líka í okkar öllum kærum aðeins kannski tala aftur upplifun það alltaf vísa á því að það væri umhverfisljóð væri verra eitthvað svoleið og það er bara núna í okkar svar frá heilbrigðiseftirlit það bara sagt að þið get ekki mælt af því það væri umhverfisljóð og svona flækja fyrir hávaði frá skotsvæðin og ég seti bara að brosa af því það segir enn og aftur hversu vanþekking ég heiti það svona bæði mögulega vanþekking og eitthvað apparat þarna sem vill alls ekki að það víki frá þessu svæði að segir okkur að þau hafa ekki þekking á því hvernig hljóð virkilega hversu hávaði þetta og við erum allavega greinilega muna á hávaði frá umhverfi og frá umferðinni ætla að segja og hávaði frá skotsvæðin Má ég spyrja þig Anja Þórdís í hvaða land ertu fædd? Ég er Þýskalandi Öst-Þýskalandi Gæti þessi staða komið upp þar?
Nei, sko, ég eiginlega vann á arkitektustofur á sínum tíma í Flensborg og það hefur verið stór hermannasvæði í nágrennd Flensborg eiginlega við, og það var lokað og það var skotsvæði þar og það var, og við náttúrulega þurftum að rífa niður við á þeim tíma eiginlega skotsvæðinni og því líka manir sem voru þarna og veggir, háa veggir sem kleipa hljóðið. Þetta var alveg, þetta með ólíkendum að sjá munur á því skotsvæði sem hér, það sem engin, nánast má segja, engin hljóðmanir, ekki neitt. Og það heyrist náttúrulega í Flensborg á sínum tíma, það er náttúrulega svakalega skotsvæði þar. Það heyrist bara varla utan svæðinu sko, á sínum tíma. Þannig að það er mikið munur á því og ég meina, jú, það er umfjöllun í þýskum fréttum líka, þú veist, það er alltaf, þetta er mjög óþægilegt hljóð, þannig að en það er miklu meira reglur það og opnunartími til dæmis er miklu meira skert. Það er mögulega bara 2 tíma opnað á viku, ekki bara allan dag og kvöldið og svoleiðis, sko, til að einmitt að verja nágranna sem að búa við þessu hljóði, sko. Þannig að Sigríður, það sem hér er að koma fram að það hefur þá ekkert verið gert, sko, það er ekki nóg með að starfsleyfið sé alltaf framlengt, það er ekkert verið að hlaða neina veggi eða neitt til að minnka að tempra hljóðið til að koma á móts við íbúa. Er það rétt skilja á mér eða? Já, það er mjög rétt, Björn, sko, og það sem ég myndi vilja bæta við hérna að skotkvellir, það er ekki einhver venjuleg hljóðmengun. Nei. Þetta eru drapstæki og það býr innra með mér og það er mikið af skurðum og alls konar hérna í kringum í nágrenni við mig og stundum þá dettur manni í hug, sko, býtu, er þetta af skotsvæðanum eða er einhver hérna í einhverjum byssuleik? Það er alls konar sem á sér stað þarna í umhverfinu hjá okkur. Það er ekki bara göngufólk í rólegheitunum með brúsan sinn. Það er alls konar fólk þarna, þú veist, til dæmis er mikið að það sé verið að fela eitthvað. Eiturlyf eða eitthvað annað þýrlíkt, sko, við látum vita því. Og maður veit ekki, sko, þegar að kvellirni koma og eru svona stanslaust. Náttúrulega er maður búin að ákveða það með sjálfum sér að það sé á skotsvæðanum. En stundum eru þeir það miklir að maður er svona í vafa og mér finnst það svolítið gleymast alltaf í allir þessari umræðu að þetta eru drapstæki og man ekki hvað ég ætlaði að segja annað í viðbót þetta. Já, þetta eru drapstæki og ég svaraði ekki spurningunni þinni. Nei, ég var bara, sko, hérna, það hefði augljóslega verið hægt að koma að einhverju leyti tímabundið að minnsta kosti til móts við íbúina með hljóðmunum og einhverju slíku ekki sagt. Ef ég má koma aðeins inn í það, það er í rauninni þannig að í skotstefnu og 45 gráður til hvorrar handar er mjög erfitt að koma við hljóðvörnum. Er það? Þess að vindur áveðurs frá skotsvæðinu í 8-esjunni, hávaðatoppurinn fer upp í loftið en vindurinn sveigir hann niður aftur. Þar að ekki þetta endurkast frá esjunni er mjög erfitt að glíma við. Það er ekki skynsamlegt að skotsvæði skjóti í 8 fjalli. Nei, esjan er mjög stór hluti af þessu vandamáli. Sérst að, sko, það alltaf þegar að þú ert með truflandi hljóð og svo kemur endurkastið seinna. Þetta er hliðstætt eins og húsin sem standa næst Miklubrautinni, að húsin sem standa út í sundið á milli húsa, að hávaðinn þegar hann kom frá bílum, það gerir bum bum, bum bum, bum bum og þetta endurkast gerir hljóðið ennþá meira truflandi. En eins og ég segi, í skotstefnu og 45 gráður til hvorrar handar er erfitt að koma við hljóðvörnum og það er stefnan í 8 íbúunum. Og með skotsvæði almennt að það er náttúrulega heppilegra að skjóta í 8 norðlægum stefnum vegna þess að þá ertu ekki með sólin í augun. Þannig að þetta Álfsnessvæði er bara ekki á góðum stað. Nei. Og kannski bara rétt í lokin nefna það eins og hún Sigríður var að nefna, skotkvellur er merkjum hættu og þetta kallar á ákveði viðbragð hjá okkur sem gerir þennan hávaða svo truflandi og þess vegna eru sérstakar reglur þetta og þetta rugli í heilbrigðiseftirlitinu að þeir get ekki mælt
þetta meðal hljóðstiga því að það sé umferð þarna að mæla þennan hávaðatopp ekkert mál vegna þess að hann sker sig algjörlega úr umferðarhávaðanum þarna eftir Vesturlandsvegi sko. Mér fyrir að koma stutt inn sko, ég náttúrulega búin að lesa alltaf í okkar kæru og skotsvæðin sjálf hafa oft nefnt það að þau eru viljug að bæta við hljóðmannir en það skort náttúrulega leiðbeininga og við vorum að skoða sjálf sko hvað þurfti það þurfti kannski byggja einhverju 30 metra háa hljóðmannir og jafnvel hæra til að fanga þetta út af fjallinu, það er eiginlega ógerlegt. Þannig að ég segi þetta svona, það bæði við íbúa sem að kvartastanslaus í vondastöðin. Ég held líka skotsvæðin eins og segja, svæði Álfsnesi passa ekkert. Það er ekki á góðum stað. Það er ekki á góðum stað. Akkurat. Þú vildir fá orðið. Já, ég ætlaði að svara spurninguðinni áðan að í rauninni upphaflega þegar við fórum að berjast svolítið á móti þessu, þá komum við ansi ofta því að þetta væri svo sterkur hópur að þetta þýddi ekki. Og ég veit fyrir sjálfa mig, ég búin að vera að berjast í þessu núna það örugglega núna að verða 6 eða 7 ár, þar sem að stór hluta mínum frítíma fer ég að skrifa athugasemdir og verið sambandi við skipulagsstofnun, við lögregluembættið, við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, við borgarstjórnina sjálfa, umhverfisstofnun og þetta ótrúlega, það er út allt sem, það er eins og séu svona einhvern veginn klær í þessu og við vitum það að þegar að núna fyrir síðustu kosningar þá allt í einu snar hækkar félagatalan sko í skotfélagunum. Nú? Já, til þess að ná áhrifum í kosningunum. Við erum svo fá þarna í kringum skotsvæðin og okkar atkvæði telja náttúrulega miklu minna heldur en atkvæði skotvæðimanna. Og eins og þú segir sjálf sko, það getur munað bara því hvort hús er hér eða 50 metru til vinstri eða hægri. Já, það munir kolla fyrir því sko, já. Sko þetta er mjög sláandi. Ég las eitthvað af þessum kærum, ég bara aðeins að vitna til staðhæfingar sem að koma fram. Aðalvandamálið í þessu máli er svo staðreynd að hinga til að hafa aldrei verið gerðar neina rannsóknar eða greiningamælingar né fullnægjandi úttektir á hávaða frá skotsvæðinu frá upphafi starfseminnar. Hvorki heilbrigðiseftirlitið né rekstraraðili hafa leitað til sérfræðinga til að framkvæma slíkar mælingar eða úttektir og ýmislegt fleira sem að maður bara Sko, er þetta þá ber skotfélagið því við að af því að leyfistíminn renni bráðlega út þá þurfi ekki að fara í þessa vinnu eða hvernig er það? Sko við í rauninni erum ekki að berjast á móti skotfélagunum sem slíkum. Nei, en ég meina... Nei, við erum að berjast við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sem er með eftirlitsskyldu og gefur út starfsleyfi fyrir skotfélagin. Við, eins og ég kom að áðan, við viljum að skotveiðimenn geti stunda sína íþrótt og við meinum það og við viljum það. En þegar þið bendið heilbrigðiseftirlitinu á að heilbrigðiseftirlitið sé ekki að standa sig, svara þá heilbrigðiseftirlitið þessu vandamáli linnir innan skams, það verður ekki, nei, við fáum eiginlega varla svar. Við erum að senda reglulega kvartanir og þá kemur bara svar móttekið, það var bara á opnunartíma en ekkert neina úrræður. Það er kannski nú nýlega eitthvað komin að þau ætla að gera einhverju mælinga en við setjum stór spurningamerki á bakvið hvaða mælinga ætla að nota. Ef maður komin í þetta, fulltrúi annars skotfélagsins á svæðinu hafði samband við mig á dögunum og þá eru ákvæði í núverandi starfsleyfi að þeir ráðist í hljóðmælingar og hann var að falast eftir þeim hjá mér og ég sagði að ég væri vanhæfur að því ég væri þegar búin að mæla fyrir íbúa. En það voru alls konar skrýtnar hugmyndir mælingar, það er náttúrulega miðað við aðstæður þarna og endurvarpið frá Esjunni, þá er ekkert vit í öðru heldur en að þessar mælingar byggist á mælingum hjá viðtaka, sem sagt hjá íbúunum. Mæling á skotsvæðinu sjálfu eða einhvers staðar bak við einhverja hljóðmenn segja náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég held að það sé bara mjög laust í reipbónum ef að einhverjar mælingar þar eru farnar af stað.
Og mælinga eins og í okkar kæri kemur fram, þú veist, það einmitt á staðnum að það er mælt heima hjá okkur, en við heyrum náttúrulega líka mikið munur á því á skotsvæðin, það 2 skotsvæði, en það mismunandi skotstaðir innan svæðisins sem skotið frá, bæði haglabyssu og leirdúfur og allt svoleiðis. Og það gríðarlega mikið mun, bæði vindáttin eins og við tala áðun, hvað átti skoti í og hvað stað það er. Og það sem við teljum þurfti náttúrulega að gera if þessi svæði á að vera það, við viljum náttúrulega það vera önnur stað fundin, en if maður hugsa svona upphátt með reynborð, þá myndi maður halda að maður ætti að byrja á því að taka út öll þessi skotstaðir innan svæðisins og íbúðarsvæðir og útivistarsvæðir sem það í kring og mæla hvert einasta stað. Allavega finnst mér það væri rétt til að tryggja hvað er eiginlega verstu staðinn til að forðast þess. En þetta er alveg hárrétt hjá þér, Anja, en í rauninni er þetta þannig eins og ég mæli þarna 2019. Þetta er 20 decibelum yfir mörkum. Já, sem er mikið. Það er bara 100-falt yfir því sem leyfilegt er. Það er 100-falt yfir því sem leyfilegt. Þetta er logarithmsvíku kvarði. Þannig að það þarf ekkert mjög miðamikla mælingar til að sjá að þetta svæði á ekki heima þarna. Miðað við þá íbúðabyggð sem er í Kollafirði. Kristbjörn, eitt eftir mér í huga að sé snúið líka í þessu máli. Leið og þú kemur hingað til mín að rauða borðinu á samstöðinni og 40-50 manns horfa á þetta viðtal mögulega. Ertu þá ekki að rýra fasteignaverðmætið þitt? Jú, en ég hugsa nú kannski ekki alveg það, bara ef það er að fara svona með okkur, þá er þetta að fara svona með fólk allstaðar bæinn. Það er ekki bara háaðið, það er alls konar, það er verið að rýra verðmæti fólks út allt með alls konar framkvæmdum. Og ef við ætlum öll að þegja, þá verður verðlaus hvað sem er. Þetta líka mér. Þetta er rétt andi. Og veist, ef þú verður með heilbrigðiseftirlit og hann að ríða einhverju og fengi marga kvartanir hávaða eða einhverja truflun, myndirðu bara ekki fara og skoða máli, myndirðu ekki mæta á staðinn og hlusta sjálfur. Ég held það. Það er að vinna vinnuna mína. Það verður allir starfshópar, allt í þessu skipulagsvinnu og öllu, það er alltaf að tala samstarfi hagaðila, það verður aldrei að tala einasta íbúð á þessu svæði, aldrei. Þetta er mjög áhugavert. Og eina sem við fengið að tala við sóttum að tala við nefndina, fyrstu nefndina sem að Dagur skipaði að finna stað fyrir þetta. Það var 13. apríl 23 ábyggilega og við verðum að fá svöru alls konar spurningum. 19. apríl rennur út frestur til að gera athugasemdir við niðurstöður sem nefndur. Við vissum ekki af því. Þeir sögðu okkur ekki frá því og þessi fundur, það var sagt að það væri okkar ansvar við þessum tillögum. Við vissum ekki að það var í gangi eins og því. Og ég veit bara ekki hvernig það fara að því að höndla svona mál. En ég er bara, ég er nú svo gammal, ég er búin að eyða 1/10 ævinni hjá mér í þetta mál. Þú brosir enn. Já. Það er sterkt í þér. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er bara alveg fáránlegt, Og svo töluðum við hún var nú yfirmaður einhverju, ég man ekki hvað það var, Skipulagsstofnun held ég. Spurði mann svona tímabundin starfsleyfi til 28, það er breyting á skipulagi. Hún brosti bara, þetta er yfirleitt ekki neitt að marka svona tímafresti. Nei, en það berast ansi margar vondar sögur frá viðskiptum borgaranna við kerfin. Mér heyrist nú einu podcasti sé bara þessa dagana sé stemt að því sé beint beinlínis að heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, mikið talað inniskó starfsmannina og eitthvað svona. Ef þú ræður í vinnu einhvers staðar eins og í heilbrigðiseftirliti og ef þú ert með bara, þú ert ekki að vera með sæmilega vel gerður, ef þú ert með einhverja samvisku, þú ert að vinna við að reyna að verja íbúa þessa bæjarfélag sem þú ert að starfa fyrir, þú verður bara að opna munnin stundum og gera það sem er ekkert vinsælt. Þú verður bara að standa með þér. Það var farið í eftirlitsferð upp í Skotsvæði 2020, ég man það ekki alveg. Og manneskja sem gerði þessa skýrslu, hún hætti í heilbrigðiseftirlitinu, hún fór í annað starf. Þetta sagði ég við starfsmenn mín á Umhverfisstofnun þegar ég var þar að ég sagði ef þú þorið ekki að óhringa á okkur hendurnar í þessum rimmum, þá hafið þið ekkert að gera hér inn á þessari stofnun. Ég bjó í 101 í marga áratugi og ég studdi nú R-listan alveg bara og fannst allt frábært sem var að gera.
En eftir ég lendi í þessu sjálfur og fer að setja mig inn í önnur mál, ekkert bara þetta mál. Það ansi mikið að til þess að verja borgarana. Það bara á mörgum sviðum. Hver við þurfum að fara að slíta þessu, en kæra þakki fyrir komuna ef fæði frá þér. Hver svona draumalausnin núna? Draumalausnin væri náttúrulega að myndi bara lokast og skotveiðimenn, íþróttamenn fá bara flott svæði annar stað sem bara virkilega góð og það var í draumur staðan. Já, og þú vonast til að umræða eins og þessi hún geti hjálpað að þrýsta á. Þess vegna eru þið hér. Opna samtalið þetta betur og gera vart við þessu mál. Já. Einmitt. Og Sigríður, þín lokaorði í þessar umræðu? Mér finnst að við þurfum að huga líka að öllu útivistafólkinu. Kollafjörðurinn og Esjuhlíðar eru eitt allra vinsælasta útivistasvæði borgarinnar og ekki bara borgarinnar, heldur stór svæði sérni kring. Árið 2023 voru 130.000 mann sem ganga á Esjuna. Það fullt af öðru fólki sem það eru kajaksiglar rétt fyrir neðan skotsvæðin. Og mér finnst að þetta fólk ásamt okkur, mér finnst að við séum að verða fyrir, þetta bara passar engan veginn saman. Nei. Það þarf að vera, við þurfum öll að vera sátt og samlyndi og við viljum öll vera sátt og samlyndi, en það þarf líka að vera umgjörð það þannig að svo sé hægt. Já. Og svo langar mér líka að minnast á það að við erum búin að vera að berjast í þessu launalaust öllum þessum athugasemdum, kærum til úrskurðarnefndar sem að við sem betur fer höfum oftast haft sigur og eiginlega bara nánast undantekningarlaust haft sigur meðan að ráðherra umhverfismála gefur út bráðabirgðaleyfi meðan að einhvern tímann þegar vellirnir voru lokaðir og umhverfisstofnun nýbúin að vera að gefa út bráðabirgðaleyfi og framlengja fyrir annað skotfélagið og hvað kostar þetta samfélagið? Laun allra þessara manna sem að sita yfir þessum málum, endalausum úrskurðum, kærum, það fram og tilbaka, við erum í endalausum samskiptum í gegnum einhverja tölvupósta og núna síðast aðalskipulag sem var svo illa kynnt að það þurfti að fara aftur í gegnum allt kerfið hjá Reykjavíkurborg, gegnum skipulagsstofnun, athugasemdir. Þetta eru, vægast sagt, þetta eru tugir milljóna, ef ekki 100. Já, einmitt, það eru mörg ársverk sem fara í þessa vitleysu. Það eru fleiri, ég veit bara hvaða álag og hvaða vinna hefur farið í þetta hjá mér. Já. Það eru kannski 40 blaðsíður hvers skipti sem maður verið að gera. Og þetta náttúrulega bara getur ekki gengið. Nei. Og að stjórnsýslan skuli ekki, við erum stöðugt að borga skattan okkar. Já. Ok, vil ég vera í launalausri vinnu við athugasemdirnar? Já. Minnka mína tekjur, en borga samt skatta til þess að fólkið í úrskurðarnefndinni og umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlitinu geti verið að halda áfram með þessa vinnu sem ekki að skila neinu. Það góða punktur. Ólafur, af því að Sigríður dregur hér réttilega fram að þetta varði miklu stærri hóp heldur en bara þau sem íbúa. Mér langar til þess að spyrja þig kannski að lokum, þetta meinsemd í íslensku samfélagi, hávaðamengun sem að bara svona heilt yfir ekki virt sem skildi? Eru við á einhverju barbarísku stigi gagnvart hávaðamengun meðan við nágranna þjóðirnar? Já, við erum minnst ástið 15-20 árum á eftir Norðurlöndum, já. Og ég nú burðarverkfræðingur í grunninn. Já. Þannig að þegar ég kom á framhaldsnám 89 fór ég að hanna brýr og háspennumastur sem var bara gaman að því að það var enginn að borga fyrir hljóðráðgjöf mína. En svo fór ég til Berlínar í 5 ár og kom aldamótin tilbaka og hefur verið alfarið í hljóðmálum síðan. Mér langar að nefna í þessu sambandi að Margrét Silja sem verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni og annars hávaðakortlækninguna vegna vegana eða hávaru vegana, að hún sagði, hún hefði heyrt á ráðstefnu að hávað í umhverfinu væri að verða eins og reykingar voru hérna áður. Menn eru alltaf betur og betur að átta sig á skaðseminni.
og eins og ég nefndi hérna áðan í inngangsorðum mínum, það að koma núna ný reglugerð hávaða sem að bætir mjög réttarstöðu þessa góða fólk sem hér að berjast fyrir rétti sínu og berjast fyrir lífi sínu og heilsu, að þetta snýst heilsu. Og það að koma fleiri og fleiri upplýsingar bara á alheimsvísu hvað hávaði skaðlegur og hvað við verðum að fara að vanda okkur í skipulagsmálum. En heyrirðu margar svona sögur af gagnrýni á kerfið? Já. Og ég má til með að segja það af því að það var ágætur maður sem hafði samband við mig frá skotfélögunum. Lögmenntaður maður, fyrrum borgarstafsmaður og greinilega með lobbyismann alveg á hreinu hvernig að koma málum í gegn. Og í rauninni það mjög skaðilegt þegar að lýðheilsa á í hlut. Við þurfum að ljúka þessari umræðu en ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma. Kristbjörn, Anja, Sigríður og Ólafur. Takk kærlega. Takk ykkur kærlega fyrir komuna og ég óska ykkur góðskengis í baráttunni og að það verða einhverjar fregnir á þessum málum endilega bara hnippið í ykkur á samstöðinni. Við erum nú að fara í sumarfrí eftir helgi þannig að mótbárur ef einhverjar verða á hálfu kerfisins eftir þennan þátt þær verða sannlega að bíða þangað til bara einhvern tímann í ágúst en mér finnst ekki ólíklegt að ég fá einhverja tölvupósta frá þeim stofnum sem þið hafi verið. Við erum búin að bíða lengi líka sko. Við erum búin að bíða lengi líka en endilega bara verið í sambandi við okkur og þetta orðið mál allra þjóðarinnar bara frá mig núna. Takk að kærlega fyrir frábæra umfjöllun Björn. Takk. Kæra takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, Rauðaborðið í kvöld rétt að hefjast. Við höldum áfram hér eftir andartak. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.